Jæja, stelpur. Til að fá athygli. Við bara byrjum réttum tíma og ef ykkur bætist við þá það bara fjör. En velkomnar, gaman að sjá ykkur. Þetta gífilega mikilvægt verkefni sem við erum að vinna að og ég ánægð að fá smá áhuga fólk hér til þess að tala aðeins þetta strax núna. Við getum sagt að hugmyndin mín að því að fá kennslubók fyrir safnafræðina safnfræðslu ekki ný. Ég búin að hugsa það síðan ég byrjaði í háskólanum og byrjaði að kenna þetta námskeið. Það möguleiki að ég vilji gera það og ég bara ein, ég hef ekki tíma í það. Og svo í farskólanum í fyrra fyrirgjöði á Akureyri, þá vorum við á málstofu fræðslu og þá kom upp þessi umræða hvað það væri gott að vera með handbók fyrir fólk starfandi á söfnum að geta byrjað einhvers staðar. Af því við erum öll að vinna svolítið í sitt hvora horninu að svipum hlutum og við getum lært miklu betur af hvert öðru. Og þar byrjaði það. Svo fór ég í lið með safnkennurum höfuðsafnanna og við byrjuðum á þessu verkefni og ræða það. Sóttum inn í nýsköpunarsjóð námsmanna með Regínu og Hörpu og þær byrjuðu svo raunverulegt verkefni. Nú það skipti mig mjög miklu máli að nemendur fengu að hafa áhrif á það hvað þau voru að læra í skóla og mér fannst mikilvægt að safnafólk fengi eitthvað það að segja og Regína og Harpa hafa báðar setið þetta námskeið safn sem námsvettvangur þannig að þær eru að koma inn bæði sem sérfræðingar svona í þessum safnamálum og svo sem nemendur sjálfur með svona ólíkan þekkingargrunn þannig að ég held að þetta hafi verið bara eins ákjósanleg byrjun og við gátum vonast eftir. Og það sem við viljum gera í dag náttúrulega þær kynna svolítið sínar helstu niðurstöður og svo erum við að vonast til þess að þið komið með ykkar skoðanir á viðhorf. Af því án þess þá vitum við ekkert hvar við eigum að byrja. Þannig að endilega spyrjið spurninga og verið með skoðanir og þið vitið, við erum bara óhrættar við það hér, ekki satt? Gjörðu þið svo vel. Já, við erum Harpa, Rödd og Regína og við erum hérna einmitt af því við fengum að taka þátt í þessu spennandi verkefni í sumar og já, og verkefnið einmitt, ég held að hún sé eiginlega bara búin að segja allt sem að, í svona upphafskynningunni en já, þú kannski bara tekur við. Já, og við vorum fengnar inn í þetta bara sem nemendur við höfum aldrei hist þegar vorum fengnar inn í þetta þannig að við hittust fyrst á fundi þar sem að var verið að kynna fyrir okkur verkefnið og það náttúrulega pínu lukkupottur að það gekk mjög vel að vinna saman og þannig að við erum bara búin að njóta þess að sitja saman upp í safnahúsi og að ræða safnfræðslu og vinna þessa könnun og allt þetta. Og við áttum bara í mjög góðu samstarfi og erum búin að vera með svona sömu áherslur þannig að það var mjög ánægilegt. Og við sendum út spurningakönnun í byrjun júní og sem að þið væntanlega öll að fengið, allar. Hún fór okkur 250 netföng sem var samt á færri starfsstöðum en svo tókum við líka viðtöl við safnafólk bara víða land, fórum í heimsóknir á safn og hittum fólk sem eitthvað að pæla líka sjálft í þessum málum. Og svo lásum við helstu fræðigreinar efni, erlendar og svo líka það sem til íslenskt. Og í dag ætlum við að segja frá niðurstöðum rannsóknarverkefnisins sem því miður ekki handbók ennþá af því að við erum bara að vinna undirbúningsvinnu. Og þetta unnið í samstarfi við söfn, sýningarsetur, gestastofur og náttúruverndarsvæði og við viljum þakka öllum sem tóku þátt og mér sýnist bara margir vera hér sem að tóku þátt með einhverjum hætti. Og markmið verkefnisins að greina stöðu safnfræðslu á Íslandi, finna helstu styrkleika og áskoranir og leggja grunn að handbók sem nýtist bæði starfsfólki safna og nemendum í safnfræðslu. Og bara nokkra myndir frá heimsóknum í sumar. Við kíktum á marga staði og auðvitað upphafið í safnahúsinu. Hér mynd frá nýju byggingu náttúruminjasafns sem verður mjög spennandi að sjá þegar klárað og frá listasafni Árnesinga þarna og auðvitað Þjóðminjasafninu, fórum á jarðhitasýninguna og auðvitað Borgarsögusafnið. Sjómannasafnið einmitt. En safnfræðsla í raun ungt fag í mótun hér á landi og það má þó segja að fræðsla sem slík hefur alltaf verið til staðar inn á söfnunum í einhverju mynd.
Það virðist vera erfitt sé að ná utan sameiginlega skilgreiningu á hugtakinu safnfræðslu sem sátt og það gerir fag brothætt. Það til að mynda engin skilgreining til í safnalögum og það reyndist okkur erfitt að finna skilgreiningu á hugtakinu safnfræðslu á vef Safnaráðs. Það skiptir máli að hugtakið sé skilgreint svo að við séum öll að tala sama hlutin. Verkefni Safnabraga var einmitt sett af stað til að kortleggja stöðuna, skoða styrkleika og áskoranir og við tókum svörin sem við fengum og þarfagreindum með svótgreiningu sem var nytsamlegt. En já, við ætlum að hér að segja frá því sem okkur fannst svona markverðast í svörunum. Já. Ok, staða safnfræðslu á Íslandi í dag, sem sagt, ég fann ekki almennilega gleraugu minn, greiningarsvörun starfsfólkssafna varpa sér ljós á stöðu safnfræðslega og hlutverk þeirra sem svöruðu, þau voru mjög ólík og eins og bara gefur að skilja því að söfn hér á Íslandi, við tölum söfn sem bara yfirheiti yfir alla þessa staði, þannig að ég veit að kannski ekki allir sem skilgreina sig þannig en við bara til einfalda. Og hlutverk þeirra sem svöruðu voru ýmiss konar og sumir einhver sagðist sjá allt á sínu safni yfir í annar staðar eru bara mjög svona sérhæfð safnfræðslu hlutverk. Söfnun ýmist einkarekin eða opinber eins og þið þekkið lítil eða stór. Sum taka nánast bara á móti erlendu gestum meðan aðrir að vinna einungis í heimabyggð. Það sameiginlegur kjarni samt í starfsemi allra þessara starfsstaða sem að miðla, efla vitund, samkennd og gagnrýna hugsun meðal safngesta. Og okkur fannst mjög gaman að sjá alla ástríðuna fyrir störfunum sem við fundum í svörunum. Könnunin sýnir að starfsfólk safna sér fræðsluna sem grunnstoð safnastarfs. Það felur í sér að söfn axli ábyrgð á miðlun þekkingar, merkingasköpun og samfélagslegri þátttöku. Það mjög ábyrgandi metnaður, ástríða og fagvitund safnafólks. Hins vegar umfang og eðli fræðsluna mjög breytilegt eftir stærð og tegund safna, eðlilega. Og eins og sést á þessari mynd þá eru mismunandi hlutverk meðfram því að fræða og sums staðar fræðslan bara algjört auka hlutverk í starfi, annars staðar það bara starfið og hérna eru bara tvær tilvitnanir í svörin eins og segir einhver allt sem við gerum fræðsla og annars ég sé allt sem við kemur safnfræðslunni, sé skipulagningu, móttöku, leiðsagnir og önnur, kynningar og miðlunarefnis, fræðsluna sjálfa og framtíðarstefnumótun. Þannig að þetta svona bara mismunandi sýn á hlutverkið og mismunandi hlutverkjurunni. Já, og þegar við skoðum starfstitla þeirra sem sinna safnfræðslu, þá kemur í ljós að þeir eru mjög margbreytilegir. Og eins og Alma Dís Kristinsdóttir hefur auðvitað komist að í sínum rannsóknum. Og hún hefur einmitt bent á að það dregur úr virðuleika starfsins. Hún hefur líka bent á að algengt sé að litið sé á safnfræðslu sem þjónustu frekar en fag. Og í samtölum okkar við safnafólk kom í ljós að starfstitlar höfðu ekki beint með starfslýsingu eða verkefni að gera, heldur komið þeir til vegna röðunar í launatöflu. Og okkur fannst áhugavert að þegar starfstitillinn kennari í starfsheitinu, þá þýðir það í raun lægri röðun í launaflokki. Og já, fólk velur auðvitað hærri laun fremur en meira viðeigandi starfsheiti en það kom fram í svörum að sumir myndu frekar kjósa titilinn safnkennari. Og það eru því margir sérfræðingar eða verkefnastjórar eins og við sjáum hér. Töluvert fleiri eru sérfræðingar í hinu og þessu eða verkefnastjórar í hinu og þessu en bara safnkennari yfir, já. En já, helstu styrkleikar safnfræðslunnar lýstu sér í mikilli fagmennsku og skuldbindingu starfsfólk sem kemur fram í gögnunum. Starfsfólk lýsir brennandi áhuga á fræðslu og lítur á hana sem órjúfanlegan hluta af hlutverki safnsins. Styrkleikarnir liggja líka í fjölbreyttum útfærslum safnfræðslunnar og tengingu hennar við samfélagið. Fræðslan nær þannig til fjölbreytts hóps. Notast við skynrænar, þáttökubundnar og persónulegar nálganir hverju sinni til að laga fræðsluna að ólíkum hópum.
Mörg söfn hafa þróað nýja leiðir, oft í samstarfi við ýmsa samstarfsaðila. Og hérna eru bara nokkra tilvitnanir í bara svörin. Eins og hér, við leggjum metnað í að bjóða upp á vandaða fræðslu, hún hluti af okkar sjálfsmynd. Og annars svaraði fræðsla byggir tengsl við samfélagið og sýnir að við erum virkir þáttakendur, ekki bara vörslu aðilar. Einmitt, og þá ætlum við að tala áskoranir. Fram kemur að fræðsluhlutverki ofta ekki nægilega hátt skrifa hjá stjórnendum og sérfræðingu safna. Safnfræðsla sjaldan formlega skilgreind í stefnum safna og fær ekki nægilegt vægi í fjármögnun, rekstraráætlun og skipulagi. Og safnfræðslan þannig oft óformgert hlíðarstarf með öðrum störfum eða svona illa skilgreind inn í starfsemina. Dæmi þetta má sjá í skipuriti höfuðsafnanna, en 2 þeirra skilgreina safnfræðsluna sem kjarnastarfsemi og meðan 1 þeirra setur hana undir þjónustu svið, og það sem kannski svolítið samræmi það sem Alma Dís var að segja. Safnkennarar starfa oft í hlutastörfum og sumstaðar hún á höndum verktaka. Í samtölum við stjórnendur og starfsfólk safna komið fram áhyggjur af því að safnfræðsla sé úthýst til verktaka, því með því verður minni áhersla á fagmennsku þróun og fagmennsku nýsköpun og þróun. Eins voru áhyggjur af því að ef stöður ekki skilgreindar í safnfræðslu, gefi það þau skilaboð til stjórnvalda eða þeirra sem veita fjármagn að ekki þurfa að ráða fólk í þessar stöður. Heldur bara ráða eitthvað annað fólk sem getur svo kannski bara líka frætt. Og gögnin sýna líka að starfsfólk upplifir skort á fræðslu endurmenntun þeirra sjálfra, handleiðslu og faghópum fyrir faglega þróun safnkennara. 2 safnkennarar töluðu að þeir hefðu alla sína þekkingu af eigin reynslu og störfum. Og hér mætti vera samhæfing á landsvísu eða miðlað leiðsögn, til dæmis frá safnaráði eða höfuðsöfnunum. Starfsemi safnfræðslunar oft drifin af eldmöða einstaklinga sem getur gert starfsemina svolítið brothætta, eða safnfræðsluna. Og hérna stendur, það vantar að fræðsla sé skilgreind sem kjarnahlutverk, hún ósýnileg í rekstraráætlun. Þetta svona dæmi 1 svar. Einmitt. Hér erum við Jarðhitasýningunni. í jarðhitasýningunni og listasafni Árnesinga aftur. Bara sést vel hvað vorum að skemmta okkur vel í sumar hérna. Já. En já, það var spennandi að sjá hvernig svarendur upplifa fræðsluhlutverk safna sem mikilvægt og að það hafi víðtæk áhrif. Fræðslan mun meira en bara að miðla upplýsingum. Hún felur í sér að skapa rými fyrir fólk til að hugsa, skynja og spyrja spurninga. Þannig stutt við lýðræðislega þátttöku, margbreytileika og aðgengi, merkingarsköpun og samfélagslega þátttöku fyrir fjölbreytta þjóðfélagshópa. Aðgengi, það í raun lykilatriði. Fræðsla þarf að ná til og þjóna ólíkum hópum, barna, fullorðina, fólk með ólíka menningabakgrunn, ferðafólk, fólk sem skynjar heiminn með ólíkum hætti. Í þessu felst möguleikinn til að gera söfn að virkum vettvangi samfélagslegra umbóta, sjálfskoðunar og samræðu. Fræðsla getur styrkt faglegt hlutverk safnsins og aukið tengsl þess við samfélagið. Þegar hún samþætt stefnu, sýningum og daglegu starfi skapar hún dýpri og víðtækari áhrif en þegar hún einangrað verkefni innan safnsins. Þetta fellur að alþjóðlegum kenningum lýðræðislegt menntunar hlutverk safna. Og við bara elskum að vísa bara í svörin af því að þau eru svo lýsandi. Fræðsla eitt megin hlutverka safnsins við miðlum rannsóknum sögu og samtímasýn. Og við vinnum með börnum, skólahópum, eldri borgurum, fólki með þroskahömlun og nýbúum. Fræðslan þarf að geta aðlaga sig að ólíkum hópum. Já. Og þetta tala safnkennarann og safnkennarar sjá hlutverk sitt sem brú milli safns og samfélags. Lykilhlutverk sem krefst breiðari hæfni, hann vinnur á mörkum menntunar, miðlunar og sýningarhalds. Og hlutverki fjölbreytt og viðtækt og nær til þess að skipuleggja viðburði, leiðsagnir, móta námskeið, fræðsluefni, sinna kennslu fyrir ólíka hópa, stuðlaða samræðu, ígrundun og persónulegri tengingu við safnið. Oft safnkennarinn einangraður í hlutastarfi og ber ábyrgð á allri fræðslunni
einn og það skapar álag og dregur úr möguleikum faglegs vaxtar. Maður svona upplifir að það svo víða sem að það svo fáir að sinna öllu og þannig að fræðslan fær ekki svona þetta rými sem að fólk, að því að fólk, maður sér svo vel að fólk hefur svo mikið metna, langar svo að gera mikið og með góðar hugmyndir. Safnkennarar lýstu mikilvægi þess að þeir séu með í öllu ferlinu þegar kemur að sýningarhaldi og að safnfræðslan sé sniðin inn í sýningar frá upphafi. Það kom fram að oft þarf að finna leiðir til miðlunar eftir að sýningar hafa verið hannaðar, kallaðar eftir faglegu samfélagi, viðurkenningi, skýrari starfslýsingu og faglegu umhverfi. Og ég veit að þið þekkið þetta öll að safnfræðslan oft svona eftir á eitthvað, reynum að finna út úr þessu hvernig við gerum þetta. Og ég með eina tilvitnin sem ekki þarna, eða voru við með á annar glæri? Já, ok, já. Svo í heildina má segja að safnkennari gegnir margþættu hlutverki sem krefst menntunar, samkenndar, fagmennsku og sveigjanleika. Því þarf að skapa aðstæður þar sem hægt að efla þessa fagvitund og tryggja stöðuleika í starfi svo að safnfræðslan geti raunverulega notið sín sem lykil hlutverk safnastarf sem vilji til hjá þeim sem svöruðu. Já, við sjá. Já, nú erum við nokkuð tilvitnanir. Tilvitnanir, já. Já, ég vinn eitt í fræðslunni og þarf að sinna bæði börnum, skólahópum, fullorðnu, skipulagningu viðburða. Það verður gott að hafa eitthvað til að vinna þetta með. Og svo þannig að við höfum þróað fræðslun okkar í samstarfi við listamenn og fengið heimsóknir frá fólki með ólíkan bakgrunn, þá reynir virkilega á að hugsa fyrirfram og aðlaga aðferðir. Og fræðslan eitt meginhlutverka safnsins við miðlum rannsóknum, sögu og samtíma sín. Þetta var annarskipt, já. En, já, nútíma safnfræðsla, hún byggir á hugsmíðahyggju og reynslunámi. Safngestir ekki einungis móttakendur þekkingar, heldur þáttakendur í sköpun hennar. Þeir koma með eigin reynsluheim, hugmyndir, spurningar og túlkanir inn á safnið og með gagnvirku spili við sýningar, viðburði og starfsfólk verður til einstök persónuleg upplifun. Þessi sýn kemur mjög vel fram í svörum safnafólks við könnuninni. Við reynum að nálgast fræðslu þannig að gestirnir finni sig sem virka þáttakendur, ekki bara hlustendur. Og það skiptir máli að byggja á forvitni fólks og leyfa þeim að spyrja eigin spurninga. Og að finna leiðir þar sem þeir sem komi hafi tækifæri á að skapa eitthvað eða prófa í tengslum við sýninguna verði á einhvern hátt virkir þáttakendur en ekki aðeins þekkendur. Það var mjög gaman að sjá hvað þetta var allt svona í samræmi við allar þessar kenningar sem maður búin að vera að lesa. Já, einmitt. Og það kom fram í samtölu við safnafólk hvernig mismunandi hópar safngesta bregðast við og taka þátt á ólíkan hátt. Safnkennari gegnir lykilhlutverki í að virkja þennan meðsköpunarkraft með öllum mögulegum aðferðum. Það gagnvirkt ferli þar sem gestir taka þátt í samræði og sköpun. Með því skapast rými fyrir gagnrýna hugsun, sjálfskoðun og jafnvel breytingar á viðhorfi með skilningi. Nálgun af þessu tagi dýpkar upplifun safngesta en getur jafnframt virkað í báðar áttir, þannig að sýningin verði stærri. Og það var til dæmis á einum stað þar sem þau tóku sterklega fram að einmitt. Þau varu með milda birtu og rólegt umhverfi, mild hljóð og svo þetta special interest. Það segjum frá alls konar hlutur sem fólk með mjög sérhæft áhugamál getur notið. En þá voru þeir farin að byggja á akkurat hverjir að koma og byggja á þeirra áhuga. Já. Og einmitt, sumir hópar koma mjög undirbúnir og spyrja dýpri spurninga. Aðrir eru kannski að koma í fyrsta sinn í safn og þurfa meira öryggi og rými til að tengjast efninu. Og já, við reynum að virkja minningar, líkamsvitund og tengsl við samtímann, það verður til raunveruleg tenging. En með því að virða og virkja fjölbreytni safngesta, hvort sem þeir eru börn, ferðamenn, eldri borgarar, fatlaðir, einstaklingar, hinsegin fólk, nýbúar eða sérfræðingar, eflast bæði gæði og merking safnfræðslu. Fræðslan breytist þá úr miðlun í samtal, úr einhliða flutningi í meðsköpun. Já, og þið sjáu hér akkurat taka þátt í sýningu, talandi Já. Við fórum alveg mjög víða, við vorum eiginlega líka bara notuðum fríin okkar í sumar í að hún var á Akureyri og ég náði að fara alveg norður í Árneshrepp í Kört og líka á Suðurlandi, þjóðveldisbæinn þarna og
Já. Tókum bæði þátt í sýningunni sem gestir en svo líka þetta tókum viðtöl og mjög samtöl. gaman, þannig að bara meira af því, en það kom það okkur alveg skemmtilega óvart og við sem báða með svona, teljum okkur á þekkingu á söfnum og öllum þessum stöðum hvað eru ótrúlega margir og fjölbreyttir staðir. Það er eiginlega, og hvað maður á þá mikið eftir. Já, reyndar, akkurat. Já. Akkurat. Og hér eru svo, börn að taka þátt. Já, börnin hennar Regínu. Já, heilsa nonna með nonnahús og gamli bærinn Laufás og svo á minjasafninu að dressa sig upp, gamla búninga. Það var svo skemmtilegt. Það var gamla búninga. Já. Ok, við spurðum þörf safnkennara fyrir handbók og sem að við, ég held að spurningin hafi verið eitthvað, ég man ekki alveg hvernig var, en hvernig telur þú vera þörf fyrir handbók eða einhvers konar gagnabanka eða hugmyndabanka. Og þá, já, einmitt, er breytti skrítið uppröðum. Þau þurfa vettvang, já, þau segja já, við viljum vettvang til þess að miðla reynslu og hugmyndum, annars hjólið fundið upp aftur og aftur. Og handbók getur orðið sameiginlegt verkfæri sem styður fagið, veitir leiðsögn og sameina raddir og hún getur líka elt sjálfsmynd safnkennara sem fagstéttar, segja svarendur. Og hér endurtekið efni, oft finnum við fyrir einangrun og þurfum að finna upp hjólið aftur og aftur. Það verður ómetanlegt að hafa aðgang að handbók sem safnar saman reynslu annarra. Við lærum svo mikið í starfi en það vantar eitthvað grunn sem hægt að styðjast við bæði þegar maður byrjar og þegar maður að þróa sig í starfi áfram. Og fólk var að segja svona eins og þetta að það hefur lítinn tíma til þess að vera að undirbúa eitthvað nýtt þess að það væri svo gott að geta gluggað í bók og eða vef sem að geti veitleðis. Og einhver sagði líka að væri gott að læra líka mistökum annara, ekki bara á svona fyrirmyndasögur. En já, þá ef við hugsaum aðeins hlutverk höfuðsafna, þá stendur í safnalögum að þau skulu hafa forystu í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi og leiða faglegt samstarf safna og annarra aðila. Höfuðsöfn skulu leitast við að efla og auka þekkingu og færni starfsfólks safna. Þegar spurt var hvernig svarendur teldu að höfuðsöfnin 3 geti hjálpað til að betrumbæta safnfræðslu, koma fram fjölbreytt svör. Þau geta veitt aðgang að stafrænu efni, þjálfun og námskeiðum. Þau eiga að vera sýnilegir stuðningsaðilar og fyrirmyndi fyrir smærri söfn. Þarna mikið tækifæri til að byggja upp sameiginlegt faglegt net og svarendur litu almennt jákvætt á að höfuðsöfnin gegni leiðandi hlutverki í þróun safnfræðslu á landsvísu með því að veita aðgang að efni, bjóða upp á fræðslu og námskeið, vera fyrirmyndir og rækta tengslanett. Hins vegar kom líka fram að sumir þekktu lítið til starfsemi þeirra eða upplifið skort á sýnileika og aðgengi að samstarfi. Og já, þá einmitt. Þannig það kannski væri gott ef að, já, myndi kannski vera svona klausa í handbókinni að, það hægt að leita til höfuðsafnanna fyrir, upplýsingar eða fyrir aðstoð og handleiðslu. Einmitt, hvað þarf handbókin að innihalda og við spurðum spurninga hvað myndir vilja kæmi fram í handbók. Já, sem sagt, og við segjum hér að handbókin myndi vera það mótuð aðeins út frá þessari þarfagreiningu með það markmið að styðja starfsfólk í safnageiranum og nemendur í safnfræðslu við að auka þekkingu sína og efla fræðslustarfið. Þetta ætti þá að vera praktískt handbók, ekki svona fagrit, sem bjóð upp á hagnýta leiðir í safnfræðslu og taka mið af styrkleikum og áskorunum sem komu fram í könnuninni. Handbókin mun innihalda dæmisögur, þetta er svona hugmynd og við viljum endilega fá samtal þetta. Gátlista, kennsluaðferðir, viðtöl og leiðbeiningar sem nýtast í daglegu starfi og geta verið grunnur að áframhaldandi þróun fræðslu á safni. Og dæmi efni sem gæti verið kannski safnfræðsla sem hluti á stefnu safns, að hanna sýningu með safnfræðslu í huga, að taka á móti hópi, aðferð sem kveikja áhuga, að virkja safngesti,
aðferðir sem verkefni sem hvetja til fleiri safnaheimsókna, eins og til dæmis Akureyri þar sem þú fékkst. Já, einmitt. Þau eru með mjög sniðugt system á Minjasafni Akureyrar, að þau eru með svona vegabréf þar sem að börn geta safnað, eða bara gestir geta safnað limmiðum, og þegar þau eru búin að fara á öll söfnin sem að tilheyra Minjasafni Akureyrar, þá geta þau unnið svona vinning og eru búin að safna öllum stimplunum og skila þau svo inn á einhvern staðinn og geta unnið einhvern svona skemmtilega vinning. Þetta er bara svona hvetjandi til þess að byrja að fara á söfn og þetta höfðu það til barnanna þinna? Höfðu það til barnanna minna. Þau vildu mjög mikið safna öllum stimplunum. Og þú þurftir ekkert að gera þetta á einum degi og máttu bara gera þetta í allt sumar, eða ekki? Nei, þetta var alveg til áramóta. Og svo geti einhver kafli í bókinni verið að taka á móti unglingum eða taka á móti fólki sem að læra íslensku, eitthvað svona. Þannig að það væri svona hægt að veita eitthvað svona hagnýtt ráð. Og einnig finnst okkur tilvalið að nýta til dæmis hugmyndahattinn sem Jóhanna vann í sínu meistaraverkefni, þar sem hún tekur fyrir svona fyrirmyndaverkefni í rauninni. Þannig að það var hægt að nýta dæmisögur til dæmis þaðan og hinn ýmsu fræðslurit til dæmis sem var Listasafn Íslands er búið að vera að vinna eins og sjónarafl og ísabrot og er þriðja bókin komin eða? Nei, hún er alveg að koma. Já. Einmitt. Og handbókin er ætluð sem verkfæri bæði fyrir þau sem læra safnfræðslu, sem er að stíga sem fyrstu skref í faginu og fyrir reynda safnkennara sem vilja dýpka sig og efla sig í starfi. Þetta er náttúrulega áskorun að búa svona til en þetta væri spennandi verkefni að klára. Við sjáum fyrir okkur að það væri spennandi að útbúa kennsluvef þar sem við söfnum saman hugmyndum, myndböndum, sýnidæmum og vel unnum verkefnum og bara annað hagnýtt efni og það kom fram í könnuninni að fólk sagði að það væri gaman að hafa þetta svona þannig að þeir sem er að vinna út á vettvangi geti komið sinni þekkingu á framfæri þannig að þetta sé ekki bara eitthvað bara viða eða einhverju sem að skrifa bókina heldur að það væri svona mikið samstarf hvað væri þarna inni. Og markmið er sem sagt skýrt að efla starfsfólkssafna í faginu og að gera íslensk söfn að öflugum fræðsluvettvangi fyrir alla aldurshópa og samfélagshópa. Þar sem fagmennska, aðgengi og skapandi nálgun eru í forgrunni. Vorum við með eitthvað meira? Já, sem sé. Segja má að safnfræðslan búi yfir innri styrk sem lýsir sér í áhuga, hæfni og vilja starfsfólksins sem sinnir henni, en umhverfið er óstöðugt, skortir stefnumótun, þróun, fagvitundar og viðurkenningu. Til að nýta kraftinn sem býr í starfsfólkinu þarf sterkara ytra umhverfi með gott skipulag, fjármagn og faglegt net til að styðja við þau gildi sem safnafólk hefur. Handbókin Safnabræður gæti orðið lykilverkefni til að byggja upp fagið og þannig verið þeim sem sinna safnfræðslu til taks og til innblásturs. Með hagnýtum upplýsingum og velunnum verkefnum, það þarf ekki alltaf að vera að finna upp hjólið. Framtíð safnfræðslu veltur á því að nýta kraft starfsfólks en líka að skapa faglegan ramma og stuðning. Já, og þá bara erum við komin að umræðum. Þá ætlum við að halda þannig að ég ætla að segja okkur orð, svo slökkum við á upptökunni og svo verðum við bara saman í salnum að ræða. Þannig ég held að það sé ágætt að eiga bara í samtali hér utan upptöku þannig að við getum bara allt talað og hugsa saman bara á svona óformlegri grundvelli. En áður en það gerist þá vildi ég segja hvað þetta sýna hvað við getum gert þegar við vinnum saman. Við sem erum að vinna í akademi og þeir sem erum að vinna á vettvangi að í sameiningi getum við skapað eitthvað svo nauðsynlegt fyrir þennan vettvang. Ekki síst bara til dæmis í þessu tilviki að varpa ljósi á það að það eru lægri laun fyrir safnkennara heldur en sérfræðinga. Ég meina það eru náttúrulega ótrúlega niðurstöður. Annað sem ég vildi segja er að mér finnst gaman líka að sjá að hvernig safnkennarar nú þegar að vinna fellur ofboðslega vel að kenningunum sem að ég er að kenna í skóla. Þannig að þetta er svo eðlilegt samtal, þið vitið. Og í lokin fyrir þá sem er að hlusta á upptökuna og gátu ekki komið í dag, það væri mjög gott að fá að heyra í ykkur samt. Þannig að þið getið sendt tölvupóst á mig, Guðrún Dröfn Whitehead, að ég er með netfang á heimasíðu Háskóla Íslands, þið getið fundið það mjög auðveldlega, sendi línu á mig og segi mig hvað þið viljið fá út úr þessari handbók.
Ef þið erum með viðbútar hugmynd við það sem að hér hefur komið fram, látið okkur vita. Við vorum búin að ákveða að gefa út eitthvað skýrslu og leggja hana fram einhvers staðar, ekki satt. Þannig að þið fáið aðgang á þeirra skýrslu líka til þess að glögga okkur ennþá nánar á þessu. Þannig að sendiði línu á þær, sendiði línu á mig eða eitthvað safnkennaran bara eftir því sem ykkur finnst þægilegast. Við erum að safna áfram gögnum. Viljið þið bæta ykkur við? Já, eða safnkennar og höfuðsafnana, nákvæmlega, eitt af þeim, bara sá sem ykkur stendur næst. Við erum allar saman í teymi, það skiptir engu máli hver tekur við skilabóðunum. En við viljum heyra frá ykkur öllum. Og í lokin, við sendum þetta ekki bara á viðurkennd söfn þegar áttu ykkur á því. Við sendum þetta raunverulega á alla sem að sinna einhvers konar miðlun á einhvers konar safnkosti eða menningararfi. Sem þýddi að við fengum líka svona svör. Við erum ekki safn. Einmitt. Og við fengum eitt sem að vinnur í kirkju. Þannig að þú veist, bara alla sem að sinna miðlun og hugsa fræðslu eru með eitthvað sameiginlegan grunn og svona handbók getur verið það fyrir marga, ekki satt. Heyrðu, frábært, þá bara lúkum við upptöku. Maður segja eitt enn með var áður en upptökunni líkur að við gerðum þarfagreiningu út frá hverri spurningu. Þannig að áðans við myndum birta öll svörin að þá getum við byrt þarfagreininguna í rauninni bara sem sagt þar sem kom bara hvernig þetta styrkleika, veikleikar, áskoranir og ógnanir og tækifæri. Og þannig að við fengum svona fyrir hverja einu spurningu sem voru 19 eða 20 spurningar minnum mig. Fleiri. Já, eitthvað rúmlega að þá fengum við svona þarfagreiningu þannig að það geti líka legið bara þá koma fleiri tilvitnanir. Mér þess að tilvitnanir eiginlega segja svo mikið. Við setjum þetta bara fyrst inn á viðburðin, er það ekki einfaldast? Jú. Þá getum við öll bara séð þetta sama stað og það er bara góð byrjun. Heyrðu, þá getum við slögt á upptökunni. Og notabenni við köllum þetta handbók.